Samningafundur BSRB og sveitarfélagana hefur staðið yfir frá klukkan 1. Hlé var gert undir kvöld og næsta lota við það að hefjast. Ljóst að yfirvofandi verkfall á mánudag eykur enn á þrýstinginn. Mikilvægt að Úkraína fái formlegt boð inngöngu í NATO. Þetta sagði forseti landsins á leiðtogafundi Evrópuríkja í Moldóvu í dag. Forsætisráðherra Íslands var á meðal fundargesta. Samfylkingin bætir við sig fylgi samkvæmt þjóðarpúlsi Gallup og yrði stærsti flokkurinn á Alþingi ef kosið yrði nú. Stuðningur við ríkisstjórnina minnkar. Svartfugls-eggjatímabilið stendur sem hæst. Grímseyingar hafa alltaf verið duglegir í eggjatöku og á því engin undantekning í ár. Nemendur í Hagaskóla komu loks allir saman á ný í dag en nemendur í 8. og 9. bekk hafi veturstundan nám sitt annars staðar vegna myglu. 10. bekkingar þurftu ekki að flytja og buðu samnemendur velkomna heim. Gott kvöld. Fulltrúar BSRB og sveitarfélagana sitja nú við samningaborðið í húsi ríkissáttasemjara. Takist ekki að semja fyrir mánudag, taka víðtækar verkfallsaðgerðir við. Tveir fulltrúar frá hvorum aðila mættu á fundi hjá ríkissáttasemjara í gærkvöld klukkan 8 og stóð fundurinn fram á nótt. Nýr fundur hófst síðan klukkan 1 í dag og þetta höfðu formaður BSRB og formaður samninganefndar sveitarfélagana segja við upphaf fundarins í dag. Já, við þúkuðumst nær hvort öðru á fundunum í gær og hann var býsna langur og svo lengur en þeir hafa verið hingað til og það er auðvitað alltaf jákvætt. Áttu von á löngum fundi í dag með að við hvernig staðan er? Við vonumst eftir þetta verði langur fundur, það þýðir að það er vonandi eitthvað að gerast hjá okkur en svo bara verðum við að sjá hvað setur. Við áttum mjög góða fundi í gærkvöldi og ég vona það góða samtal haldi bara áfram í dag. Verkfallsaðgerðir BSRB sem hófust 15. maí héldu áfram í dag 3. daginn í röð. Þá skerti starfsemi leikskóla í 11 sveitarfélögum vegna verkfalls BSRB félaga sem þar vinna. Þetta er sem fyrir leikskólar í Kópavogi, Garðabæ, Mosfellsbæ, Hveragerði, Árborg, Vestmannaeyjum, Skagafirði, Borgarbyggð, Stykkishólmi, Grundarfirði og Snæfellsbæ. Þá voru félagar í BSRB sem vinna hjá Vestmannaeyjahöfn í verkfall í dag og sagði Dóra Björk Gunnarsdóttir hafnarstjóri að það þýddi að ekki væri hægt að taka á móti gámaskipum í höfninni. Von hafi verið á einu skipi frá Eimskip og einu frá Samskipum sem aðalega hafi átt að sækja fisk sem átt að fara á erlendan markað. Venjan sé að skipin hafi viðkomi í Eyjum á 50 dögum. Takist ekki samninga fyrir mánudag hefjast með víðtækar verkfallsaðgerðir. Þá leggja félagar í BSRB sem starfi í leikskólum, bæjarskrifstofum, sundlaugum og íþróttamafvirkjum í á 3. tug sveitarfélaga niður störf, ýmist tímabundið eða ótímabundið og þá munu verkföll raska starfsemi almenningssamgangna, hafna og vinnuskóla á nokkrum stöðum. Sú staðreynd hefur haft áhrif á viðræður. Já, við vitum það að tímalaust hefur áhrif þegar það felst talsverður undirbúningur fyrir svona víðtæk verkföll raunverulega hvernig skipulag á starfsemi stofnana verður. Já, auðvitað bara hefur verkfall alltaf áhrif á viðræður og auðvitað viljum við bara öll klára þetta sem fyrst og best. Ertu þokkalega bjartsýn eða? Já, ég ætla að vera það. Fundur er búinn að standa frá því klukkan 1 í dag, það var reynda gert hlé hérna undir kvöld en núna klukkan 7 hófst fundurinn í og það er algjörlega óljóst hversu lengi sá fundur stendur. Eitt helst ágreiningsefnið í það minnsta sem greint hefur opinberlega er svo staðreynd að vinnufélagar BSRB-félaga sem gerðu samninga fyrir áramót hafa verið að hærri launum en BSRB-félagar frá áramótum og fram til 1. apríl þegar nýr samningur BSRB-félaga tók gildi. Og þetta vilja BSRB-félagar fá leiðrétt og þetta hefur staðið í samninganum sveitarfélagana. Við skulum heyra hvað formaður samninganum sveitarfélagana sagði þegar hún var spurð þennan hluta deilunar. Við erum að fjalla öll ágreiningsefni sem er á borðinu og erum bara að vinna í að leysa þau og ræða til hlítar. Mikilvægt er að Úkraína fái formlegt boð að ganga í Atlantshafsbandalagið. Þetta segir forseti landsins. Ísland beitir sér fyrir aðildinni. Úkraínuforseti lagði áherslu á aðild að NATO á fundi hins pólitíska bandalags Evrópuríkja EPC í Chisinau, höfuðborg Moldóvu í dag. Bandalagið var stofnað í fyrra með það að markmiði að leiðtogar Evrópuríkja geti átt beinar samræður sín á milli. Forsætisráðherra Íslands var á meðal viðstaddra. Úkraína var efst á baugi og það er auðvitað verið að ræða ýmsa þætti. Það er auðvitað verið að ræða, þó að hér séu auðvitað bæði ríki sem eru innan Atlantshafsbandalagsins og utan, þá er verið að ræða auðvitað
leiðtogafund Atlantshafsbandalagsins í sumar. Og hvað gerist þar? Úkraína að sjálfsögðu hefur óskað eftir því að verða aðili. In summer in Vilnius at the NATO summit, the clear invitation to membership for Ukraine is needed and the security guarantees on the way to NATO membership are needed. In fall on our accession to the EU. Úkraína getur þó ekki fengið aðild að NATO á meðan stríð geisar í landinu. Markmiðið hins vegar að senda skýr skilaboð til Moskvu, útilokað sé að Úkraína gangi ekki í bandalagið að stríði loknu. En hvað hægt að gera þangað til og hvað getur Ísland gert? Hvernig nákvæmlega verður fundin leið til að treysta þessi samskipti? Það liggur ekki ennþá fyrir. En við erum auðvitað að beita okkur bara á þeim vettvangi sem eitt af aðildarríkjunum. Katrín segir að fundur Evrópuráðsins í Hörpu í maí sé leiðtogum Evrópuríkja í fersku minni. Já, það var nú töluvert bara vitnað í Reykjavíkurfundin hér og sérstaklega auðvitað tjónaskrána og ábyrgðarskylduna. Ég fann það mjög klárlega á þessum fundi að þær niðurstöður sem þaðan komu, að þær er verið að vinna þær áfram og verið að ræða þær áfram á vettvangi Evrópuríkja. Samfylkingin yrði stærsti flokkurinn á Alþingi ef kosið yrði nú samkvæmt þjóðarpúlsi Gallup. Fylgi flokksins hefur nær þrefaldast frá síðustu kosningum. Stuðningur við ríkisstjórnina heldur áfram að minnka. Samfylkingin bætir enn við sig fylgi. Flokkurinn fengi 28,4% atkvæði ef kosið yrði til Alþingis í dag. Fylgi Sjálfstæðisflokksins stendur nú í 20,8% og Framsóknarflokkur og Píratar mælast báðir með rétt rúmlega 10% fylgi. Stuðningurinn við Viðreisn mælist 7,6% og Miðflokkurinn, sem heldur áfram að bæta við sig, mælist nú í 6,9% og er orðin stærri en Vinstrihreyfingin Grænt framboð sem er með 5,7% fylgi. Fylgi Flokks fólksins er 5,5% og Sósíalistaflokkurinn fær 4,9%. Stuðningur við ríkisstjórnina dregst saman 2% milli mánaða og er í 37%. Ef kosið yrði í dag næði Samfylkingin 20 mönnum inn á þing og yrði stærsti flokkurinn á Alþingi. Sjálfstæðisflokkurinn fengi 15 þingmenn og Framsókn og Píratar 6 hvor. Miðflokkur og Viðreisn næðu hvorum sigin 4 þingmönnum og Flokkur fólksins og VG fengju 3. Þá myndi Sósíalistaflokkurinn ná inn 2 kjördæmakjörnum þingmönnum. Ólafur Þ. Harðarson, prófessor emeritus í stjórnmálafræði. Hver finnst þér vera svona stærstu tíðindir í þessari könnun? Já, niðurstöður þessarar könnunar í stórum dráttum mjög svipaðar og verið hefur undanfarna mánuði. En þær eru hins vegar mjög öðruvísi heldur en úrslitin urðu 2021. Og ef að úrslitin yrði í líkingu við þetta, væru það auðvitað stórtíðindi í íslenskri pólitík. Já, en er eitthvað svona sem þú sérð út úr bara hvernig þingmennirnir falla sem kemur þér óvart? Já, það sem gerist í þessari könnun, eins og hefur gerst í síðustu fernum kosningum, er að flokkarnir fá ekki þingmenn í hlutfalli við atkvæðin. Núna eru það Sjálfstæðisflokkur og Samfylking sem hvorum sig fá einu manni of mikið á kostnað núna Viðreisnar og Framsóknar. En þetta mikla fylgi Samfylkingarinnar, er þetta bara persónufylgi Kristrúnar Frostadóttur? Ég held að það séu ekki persónu vinsældir Kristrúnar. Hún er að vinsæl, en það er Katrín Jakobsdóttir líka og fylgengi flokkana er mjög ólíkt. Ég held að megin skýringin sig er sú áherslubreyting sem að Kristrún gerði varðandi framsetningu á stefnu flokksins og forgangsröðun málefna að hún virðist falla kjósendum vel get. Já, við höfum áður séð flokkafæl mælast með svona mikið fylgi einhvern tíman fyrir kosningar og svo fá þeir ekki það sama upp úr kjörkössunum þegar á reynir. Heldur að það gerist í þessu tilviki? Það er engin leið að segja. Við höfum bæði dæmi að það hafi ekkert orðið mjög miklar breytingar en líka dæmi að það hafi orðið mjög miklar breytingar. Og skýrasta dæmið þetta síðara er það að veturinn 2015 til 16 þá voru Píratarnir með milli 30 og 40% fylgi. Þeir voru með þannig fylgi 7 mánuðum fyrir kosningar, í kosningunum fengu þeir 15%. Þannig að allt getur gerst. Akkúrat. Takk fyrir komin hingað í Myndir, Ólafur. En að allt öðru, útflutningsbanni og upprunavottun vegna íslenskrar orku hefur verið aflétt. Íslenskum orkusölum er því aftur heimilt að selja upprunavottorð úr landi. Evrópusamtök útgefenda upprunaábyrgða bönnuðu útflutningin í síðasta mánuði að sögn vegna vísbendingum að vottorðin væru tvítalin. Þau voru seld úr landi þrátt fyrir að íslenskir notendur auglýstu að þeir notuðu græna orku. Virði vottorðanna er talið 20 milljarðar króna á ári.
Málinu þó ekki lokið. Samtökin hafa gefið Landsneti frest fram í október til að bregðast við athugasemdum samtakanna og skila áætlunum úrbætur. Svartfuglseggjataka var Grímseyingum gjöful í ár eins og oft áður. Sumum íbúum meinilla við að síga eftir eggjum en aðrir líta það sem núvitundarstund. Í Grímsey hefur alltaf verið mikil hefð fyrir því að síga í björgin eftir svartfuglseggjum. Sigurður Henningsson einn fárra sigmanna sem eftir eru í eynni og hann á leið í bjargið. Og það vissara að búa sig vel. Við setjum í bægúða sko. Og ertu bara með tvöfalt öryggi, bæði þetta og hitt belti. Og þegar öryggi hefur verið tryggt ekkert því til fyrirstöðu að síga niður. Slaka pínu. Stopp. Slaka. Innan skams var Sigurður kominn niður í bjargið og hófst þá eggjatakan. Slaka aðeins meira. Slaka. Það eru þó ekki allir sem treysta sér í þetta verkefni sem alls ekki fyrir lofthrædda. Hvert þitt hlutverk hérna í dag? Heyrðu, það bara að vera á brúninni. Það þarf náttúrulega að vera menn uppi líka, að gefa og draga mannin upp og taka hækinn og telja og allt þetta. Það svona okkar hlutverk hérna uppi, sem að þorum ekki að síga. Draga. Og eftir klukkutíma var farið að þyngjast í pokanum og tímabært að koma upp aftur. Hvernig var þetta? Þetta alltaf jafn gaman. Upplifir aldrei eitt óöryggi, núna alveg góðir 100 metrar niður í sjó. Nei. Maður búinn að gera þetta síðan maður var bara smápolli og þetta bara svona venjulegt. Venst bara? Já. En hvað er þetta að hugsa þegar þú ert að standa í þessu, í rólegheitunum að tína eggin? Það voða lítið, það bara náttúrulega bara kyrði hérna niður og rólegheit með mann að tína. Nýtir þetta bara sem ákveðna núvitund? Já. Stoppa. Þú voru að taka bara bit, Palmi. Taka bjálkinu? Já. Þú voru að slaka bara. Æ. Slaka aðeins! Slaka! Þannig að komið. Þá bara eitt sem þú átt eftir að gera. Nú? Það að drekka eitt egg hérna á björgi. Skál. Já. Þú ekki að vaska þessi glösu. Og nánar verður fjallað eggjatöku í Grímsey í Kastljósi í kvöld. Heilbrigðisráðherra segir að nýta þurfi fjölbreytt meðferðarúrræði til að koma í veg fyrir dauðsföll af völdum fíkniefnaneyslu. Þingmenn stjórnarandstöðunnar segja stefnu stjórnvalda ekki virka. Halldóra Mogensen, þingmaður Pírata, var málshefjandi umræðum skaðaminnkun á Alþingi í dag. Skaðaminnkun miðar að því að draga úr áhættu sem hlýst af notkun vímuefna og koma í veg fyrir ótímabær dauðsföll. Eitt af því sem rætt hefur verið í þessu sambandi afglæpavæðing neysluskammta. Frumvarp þessa efnis var á þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar í vetur en heilbrigðisráðherra ákvað að leggja það ekki fram. Halldóra segir að stefna stjórnvalda í málaflokknum virki ekki sem skyldi. Skaðinn að aukast, andlátum að fjölga, vanlíðan fólks að aukast og við verðum að grípa inn í og stefnan sem við keyrum áfram í dag, hún ekki að virka. Undir þetta tóku fleiri þingmenn. Það nauðsynlegur hluti skaðaminnkunarstefnunar að láta af refsistefnunni. Refsistefnan drepur fólk og við verðum að horfast í augu við það. Skiptar skoðanir eru hins vegar afglæpavæðinguna og málið hefur meðal annars strandað á hvernig beri að skilgreina neysluskammт. Ráðherra hefur þess í stað vilja leggja áherslu á meðferðarúrræði og forvarnir. Hann sagði verulegan árangur hafa náðst á undanförnum árum, meðal annars með tilkomin neyslurýma og aukinar þjónustu fyrir fólk í neyslu. Ég held að við þurfum hins vegar að virða þann þátt sem að snýra að refsingu fyrir glæp og maður horfir á skaðaminnkunar hugtakið að þá getur það valdið tjóni í sjálfu sér. Þannig verðum við að horfa á þetta en ekki missa sjónar á því að við þurfum að fara í mjög fjölbreytt úrræði og það hefur náðst árangur.
Innan við 2% landsmanna nota reiðufé og notkun þess á hröðu undanhaldi. Fyrirtæki fagna þessu en vilja þó ekki endilega gefa reiðuféð alveg upp á bátinn. Góðan daginn. Góðan dag. Getið fengið hér 1 kaffi og borgað með pening? Já. Takk. Þessi greiðslumóti hér, reiðufé, á miklu og hröðu undanhaldi. Raunar svo að það fer nánast að heyra til tíðinda þegar fólk innir greiðslur á hendi með seðlum. 98% allra greiðslna á síðasta ári voru gerðar með rafrænum hætti. Takk fyrir. Takk fyrir. Það þessi stóra spurning á að nota reiðufé út af því að þetta svo dýrt. Þetta svo margfalt dýrara fyrir hverja færslu, sambærilega færslu heldur en rafrænar lausnir. Kostnaður við notkun reiðufjár hefur aukist samanber nýlega greiningu Seðlabanka Íslands sem fjallað var á ráðstefnu á Grand Hotel í dag og ástæðan fyrst og fremst lítil notkun þess. Það þó ekki endilega ástæða þess að fólk notar frekar greiðslukort. Most of us do think it's very convenient, it's fast, it's quick, it's cheaper, it's quite efficient both as the customers and the retailers. Og svona má sjá hvernig dregið hefur úr notkun seðla og myntar. Árið 2018 notuðu 89% landsmanna greiðslukort og 6,9% seðla og mynd. Í millitíðinni komu greiðslukortin í símann og árið 2022 voru þau sem nota seðla innan við 2%. Svo þægilegt að nota bara kort. Ég yfirleitt bara með þetta í símanum, nota bara Apple Pay. Það bara auðveldara heldur en að vera með það alltaf á sér. En ég alltaf með eitthvað í vasanum af reiðufé. Af hverju? Það bara ábyggilega gamall á hanni. Undir hvaða kringumstæðum notar reiðufé? Ég veit það ekki, bara ef ég á það einhvern veginn, þá stundum ég eitthvað svona með einhvern 1000 kall í vasanum og nota hann. En mér finnst það samt bara miklu óþægilega. Þá fjölgar þeim hratt sem aldrei nota reiðufé. Árið 2018 voru stærstu hóparnir á aldrinum 25 til 44 ára og árið 2022 voru það aldurshóparnir 25 til 34 ára og 55 til 64 ára. Verslunarfólk á ráðstefnunni var sammála ágæti vegferðar að reiðufjárlausu samfélagi, þó það ætti ekki endilega að vera markmiðið. Þá gæti það dregið úr peningaþvætti. Það þá auðveldar okkur rekjanleika þegar ólöglega starfsemi er að ræða, en þess að auðvitað það reiðufé sem að gera það erfitt að tengja saman frumbrotið og við þá ólögmætan hagnað. Þannig að það er kannski það sem við horfum sérstaklega á. Það eru 20 stöðugildi hjá okkur sem fara bara í peningaþvættismál og þarna ýmsar rannsóknir tengdar því og þetta þetta heilmikil kostnaður sem svona undir yfirborðinu og enginn sér. Þess vegna erum við að ræða þetta, viljum við þetta, erum við að horfa í rétt átt, erum við að ná okkur árangri. Allir árgangar Hagaskóla komu saman í skólanum í fyrsta sinn í dag á heimkomuhátíð en skólinn hefur starfað á 3 stöðum víða borgin eftir að mygla greindist í húsnæðinu. Almenn ánægja var með endurkomuna. 8. bekkur var í Korpússkóla, 9. bekkur í húsnæði Ármúla og 10. bekkur í hluta Hagaskóla og reynda má segja að útskriftarárgangurinn hafa varla verið í Hagaskóla þótt hann að verið því ofan á þetta bætist fjarvera vegna COVID. En næsta skólaár á alltaf verið komið í eðlilegt horf og efndu 10. bekkingar þeir veislu í dag þar sem yngri bekkingar sem voru í nokkurs konar útlegð voru boðnir velkomnir heim. Við vorum í Ármúlanum Hvernig var það? Það var bara fínt sko, það var ekki að segja að það var ógeðslega leiðilegt en mér fannst bara fínt sko. Við tókum rútur þangað og eitthvað. Saknaðir ekkert Hagaskólans sem slíks? Nei, það var bara næst að vera rútum sko. Ég var í Korpu í Grafarvoginum. Svolítið langt í burtu? Já, en það var bara ágætt að vera í rútinu sko. En gott að vera komin heim? Já, mjög. Ég hef líka 8. bekkur aldrei verið í Hagaskóla. Við vorum fyrst í Ármúla, þetta mjög gott. Þannig næsta haust ferð þú í rauninni í Hagaskóla í fyrsta sinn, þó sett búin að vera í Hagaskóla fram að þessu? Já, allir 8. bekkur. Já, þetta bara ótrúlega gaman. Við erum búin að setja upp svona heimkomuhátíð. Þeir eru velkoma 8. og 9. bekk í skólan okkar þar sem þau eiga að vera. Það búið að vera ógeðslega gaman að sjá fullt af nýjum andlitum. Við erum að sjá allt þetta fólk sem búið að vera með mann í skóla í sum 2, önnur 1 ár. Maður hefur aldrei séð það áður. Alveg sturgluð tilfinning, en svo gaman að sjá þetta. Það var boðið upp á pylsur, pítsur, kandífloss og alls konar leiki og tónlist og körfubolta og einnig draugahús, svo fátt eitt sé nefnt. Við erum búin að vera, við byrjuðum í Ármúla í 1 mánuð og svo erum við bara búin að vera í Korpu. Hvernig búið að vera það?
Það bara búið að vera mjög mikið ævintýri og það var bara alveg gaman, sko. En var ekki svolítið skrítið að vera í Hagaskóla en samt ekki? Jú, það var alveg gaman að vera bara ein. En svolítið langt í skóla? Já. Og ekki annað að sjá en árgangarnir blönduðust vel saman. Skólastjórinn segir frábært að vera komið með allan hópinn, enda hafi verið snúið að stýra skólanum á 3 stöðum. Það hefur verið mjög snúið og það eru auðvitað, hefur þetta svo sem allt gengið, en það eru alls konar atriði sem við sjáum svona dögum eins og þessum, þar sem að nemendur fá svolítið að svona rekast utan í hvora aðra á þröngum göngunum sem að vantar upp á að eldri nemendur hitti yngri nemendur og eldri nemendur fá að vera fyrirmyndir fyrir hérna yngri og svo framvegis, og þess vegna hlökkum við alveg gríðarlega mikið til að sameinast endanlega hérna í Vesturbæ. Hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins, Bergsteinn? Því miður ekkert kandífloss en orku- og umhverfismálin eru undir í kvöld. Sölubanni og uppruna ábyrgðum á grænni orku frá Íslandi hefur verið aflétt tímabundið. Þar til gengið hefur verið úr skuggum að ekki sé verið að tvítelja vottorðin. Við ætlum að ræða við Hörð Arnarsson, forstjóra Landsvirkjunar þetta mál. Svo heyrum við í manni sem ferðaðist til allra landa heims án þess að stíga einu sinni upp í flugvél og síðan svo eftir svartfuglseggjum í Grímsey. Takk fyrir það. Og þá að veðri, sama tíðarfar heldur áfram suðvestlægari áttir ríkjandi með smá súldarveðri af og til vestanlands en víða björtu veðri austan til á landinu og hiti alltaf 20 stigum. Hrafn Guðmundsson fer nánar yfir veðrið næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Snorri Steinn Guðjónsson var loks í dag formlega kynntur sem næsti landsliðsþjálfari karlalandsliðsins í handbolta. Snorri skrifaði undir samning við HSÍ til ársins 2026. Aðdragandinn hefur náttúrulega verið langur, þannig að ég hef svo sem haft tíma til að melta þetta og mér líður bara vel með þetta. Arnór Atlason verður aðstoðarþjálfari Snorra, en Snorri segir að þeir hafa á sínum tíma gantast með að taka saman við liðinu. Og Rúnar Kárason bætti í gær 27 ára gamalt markamet þegar hann og IBVF urðu Íslandsmeistarar í handbolta. Þetta og fleira í íþróttum eftir augnablik. Þá skulum við fara yfir helstu atriði fréttatímans. Samningafundur BSRB og sveitarfélagana hefur staðið yfir með hléum í allan dag. Ljóst er að yfirvofandi verkfall á mánudag eykur enn á þrýstinginn. Mikilvægt er að Úkraína fái formlegt boð inngöngu í NATO. Þetta sagði forseti landsins á leiðtogafundi Evrópuríkja í Moldóvu í dag. Forsætisráðherra Íslands var á meðal fundargesta. Samfylkingin yrði stærsti flokkurinn á Alþingi og kosið yrði nú samkvæmt þjóðarpúlsi Gallup. Prófessor emeritus í stjórnmálafræði segir að fylgisaukninguna megi meðal annars skýra með breyttri framsetningu á stefnu flokksins. Svartfuglseggja tímabili stendur sem hæst. Grímseyingar hafa alltaf verið duglegir í eggjatöku og því er engin undantekning í ár. Næstu fréttir verða sagðar í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ruv.is er uppfærður allan sólarhringinn. Þessum fréttatíma er lokið. Verið sæl.